Já, við erum bara komin hérna inn í hljóðvers, myndvers, Óli Björn og Halla, velkomin bæði tvö. Takk. Óli Björn, aðalhlutverk Seðlabankans að tryggja fjármálastöðugleika og honum mistókst það. Davíð var í rauninni að firra Seðlabankann ábyrgð með þessari ræðu og Ólafur Íslands talaði þarna að þetta hafi verið eins og ákæra yfir ríkisstjórninni og aðgerðleysi ríkisstjórnarinnar. Hvernig túlkaði þú, eða hvað áhrif hafði þessi ræða Davíðs á þig? Já, ég ætla nú, ekki ætla ég nú að taka undir það að ræða seðlabankastjóra í morgun hafi verið því marki brennt að hann væri að firra Seðlabankann eða sjálfan sig ábyrgð. Hann miklu fremur að kalla eftir því að það fari fram óháð rannsókn erlendra aðila á því hvað gerðist, hvernig menn höguðu sér bæði fyrir hrun bankana og eftir hrun bankana. Og undanskilur, já, ég held að vísu að hann hefði, og gerir það á sanngjarnan hátt og það nú 1 ár síðan að hann varaði mjög við því að menn hefðu gengið of hratt gleðina dyr í útrás íslenskra fyrirtæki og ekki bara í bankakerfinu, gerði það á sama vettvangi í rauninni og það nú 1 ár frá því. Það 1,5 ár síðan hann hélt ræðu á ársfundi Seðlabankans þar sem hann talaði í svipuðum tón og síðan upplýsir hann að Seðlabankinn hafi á fundi, trúnaðarfundi milli bankans og ríkisstjórnarinnar eða forráðamanna ríkisstjórnarinnar vara við stöðu íslensku bankana. Ég held hins vegar að það sé alveg rétt að Davíð hefði að ósekju hefði hann átt að líta líka aðeins meira í eigin barm vegna þess að það alveg ljóst að Seðlabankinn hefur auðvitað gert ákveðin mistök eins og svo margir aðrir og ég held að það sé sanngjarnt að benda á það að bankinn hafði tækið svo sem eins og bindiskyldu til að svona reyna, en þetta nú ekki meira ákæruskjal heldur en þetta auðvitað gagnrýni Davíðs á hlutin en mér fannst hins vegar það sem stendur eftir auðvitað sú spurning sem að Davíð Oddsson varpar fram. Hvernig stendur á því að fólk, almenningur, sem greinilega á að borga brúsann, ekki upplýstur það hvað raunverulega gerðist. Og mér finnst það merkilegt þegar að seðlabankastjóri heldur því fram að vegna aðstæðna núna þá gildi engin lög bankaleynd í raun. Heldur verði að koma öllum málum hér upp á borðið þannig að menn átti sig á því hvað gerðist hér raunverulega fyrir og eftir hrun bankana. Halla, hvernig fannst þér að hlusta á þessa ræðu? Þú varst nú þarna í morgun, ekki satt? Jú, ég var þarna í morgun. Það er alltaf gaman að hlusta á Davíð. Hann feikna góður ræðumaður og jafnvel meinfyndinn á köflum. Mér finnst það mjög merkileg ræða. Mér finnst kannski einna merkilegast. Hann talaði sem seðlabankastjóri í næstu klukkutíma og myndist varla nokkru orði á peningamálastefnuna, hvorki í fortíð né litið til framtíðar, sem að mér fannst mjög merkilegt. Og því upplifði ég þetta meira eins og pólitíska framboðsræðu eða einhvers konar pólitískt uppgjör og það sem að kannski veldur mér mestum áhyggjum af því í fyrsta lagi tel ég að seðlabankastjóri og pólitík eigi ekkert sérstaklega góða samleið yfir höfuð og hafi ekki átt langt skeið eða kannski nokkru sinni en alvarlegast þó að þegar þú ert með, við erum í mjög erfiðum aðstæðum á Íslandi í dag og við erum búin að tapa miklum trúverðugleika og trausti og það vegur mjög að því að okkur takist að byggja það upp að Seðlabankinn sem að náttúrulega á að starfa í umboði ríkisstjórnarinnar skuli skjóta í föstum skotum og hann gerir á ríkisstjórnina og það sýnir að pólitíkin að þvælast fyrir því að við séum að leysa þau stóru verkefni sem við stöndum frammi fyrir með árangursríkum hætti. En það ekki akkúrat, Óli Björn, það er greiðlega mikil gremju samfylkingunum út af þessari ræðu og væntanlega í ríkisstjórnin allir því að þeir hafa nú komið hérna fram og sagt það komið hérna fram einhverjar tillögur og við vitum ekki betur en við höfum farið eftir þeim. Það sem kannski alvarlegt í þessu það ekki, Óli Björn, að þarna virðist vera trúnaðarbrestur á milli aðila sem þurfa að starfa þétt og náið saman á krísutímum, það er að segja Seðlabankans og svo ríkisstjórnarinnar. Ég trúnaðarbrestur, ég heyr ekki betur en að Geir Haarde forsætisráðherra hafi svarað þessari spurningu í kvöldfréttum að bankastjóri og Seðlabankans nýttu trausts ríkisstjórnar. En þetta í sjálfu sér, hann segir, við létum ríkisstjórnina vita á fundi. Hvað hann annað heldur en að í rauninni
Er þetta túlkað öðruvísi en gagnrýni á ríkisstjórn? Við létum vita en hvað svo? Svo bara fór allt í kalda kol. Guð minn almáttugur, ég ætla ekki að draga fyrir yfir það. Ég líti á þetta sem harða gagnrýni á ríkisstjórnina, ég líti á þetta sem harða gagnrýni á bankana og ég líti á þetta sem harða gagnrýni á fjármálaeftirlitið. Hversu réttmætt síðan svo gagnrýni er allt annað mál. En er æskilegt að þetta komið fram með þessum hætti pólitíkin þarna milli Seðlabanka og síðan ríkisstjórnar sem að þurfa að starfa þéttan á saman? Nú skulum við, þetta tvennt, annars vegar, það kann vel að vera að það hafi ekki verið æskilegt að eitthvað hafi ekki átt að koma fram núna. En býtu, mér finnst það nú sérkennilegt að fjölmiðlar eru farnir að kvarta yfir því að mál séu upplýst. Það finnst mér mjög sérkennilegt og mér finnst það mikilvægt að fá að vita það að Seðlabanki Íslands hafi í febrúar varað ríkisstjórnina við stöðu íslensku bankana. Mér finnst það mjög mikilvægt. Mér finnst það mjög mikilvægt upp á framhaldið og hvernig við ætlum að halda á málum. Og mér finnst það líka, ég hef miklar áhyggjur af því og það er greinlegt að seðlabankastjóri hefur greinlega áhyggjur af því, þannig ég er ekki alveg sammála því sem að Halla segir að hann sé ekki að líta fram á veginn. Hann er einmitt að vara við því að menn séu að gera sömu mistökin og voru gerð hér í tíð gömlu bankana, að nýju bankanir eru rauninni farnir að eiga og ganga frá lánasamningum við gömlu skuldarana, þannig að það eina í rauninni sem gerist hér, þannig les ég ræðu Davíðs, að það eina sem gerist hér, eða hættan er svo að það sem gerist hér, er að við stöndum uppi með það að almennir skattgreiðendur, landsmenn, borgar hér brúsann, en eigendur hinna skuldsettu fyrirtækja og útrásarfyrirtækja, þeir fá afskrifaða sína skuldir en halda fyrirtækjunum. Ergo, þetta er eitthvað besta sem fyrir þessa aðila hefur komið. Halla, þú deilir pínlítið þessum með ekki áhyggjur með Óla Birni og þú hefur áhyggjur líka einhvern veginn að þessari pólitísku stöðu í dag og bara stöðu þjóðarinnar og framhaldinu. Já, ég deili það nefnilega alveg og mér fannst það besta sem kom fram í ræðu Davíðs í morgun var að hann hvatti til þess að erlendir sérfræðingar fengnir til að gera úttekt á Seðlabankanum. Ég hef lengi verið talsmaður þess að við fáum erlendar sérfræðingar til að leiða úttektina á uppgjörið og setjum það í skýran farveg þeirra með aðgangi íslenskum sérfræðingum eins og til þarf, en ég vil að erlendir og óháðir aðilar leiði þessa úttekt og þetta uppgjör sem ég held að þurfa að fara fram. Mér langar til að reyna að setja það til hliðar svo við sem þjóðin getur reynt að ausa hérna upp úr skútunni sem er migleg fyrir gefiði og setja einhverja sýn fyrir hvernig við ætlum að sigla út úr þessu. Til þess þarf framtíðarsýn og samstöðu á milli stjórnvalda. Við erum að taka hér stór lán, okkur langar til að fara að byggja hérna upp nýtt Ísland. Við höfum einstakt tækifæri til þess að byggja það upp á nýjum gildum, nýrri hugmyndafræði og annarri nálgun heldur en kom okkur í þessi vandræði. En þér finnst ríkisstjórnin ekki hafa þessa nálgun? Ég sé bara ekki að það hafi, hvert sem ég horfi sé ég allt sama fólkið ennþá við stjórnvölinn. Mér er alveg sama hvort ég horfi til Seðlabanka, fjármálaeftirlits, viðskiptalífs, stjórnvalda eða annað. Hvað viltu gera? Hvað viltu sjá hana bara hver næstu skref? Ég vil sjá að það verði einhver uppstokkun sem á sér stað. Hún er ekkert endilega alltaf gert að því það er einhver sekt sönnuð eða ekki. Hún er gerð til að hleypa nýrri hugmyndafræði nýjum gildum. Mér er mjög umhugað siðferði. Það er alltaf verið að tala um hvar voru lögbrotin eða hvar var eitthvað slíku pottubrotin. Ég hef miklu meira áhyggjur á hvaða gildum ætlum að byggja nýtt Ísland á. En viltu sjá ríkisstjórnin að segja af sér í heild sinni, viltu sjá starfsstjórnmynd eða hvað viltu sjá? Já, ég myndi gjarnan Seðlabankastjórnin vikja? Ég vil náttúrulega fyrst og fremst sjá að við hleypum nýju fólki sem ekki er blindað af því sem gerðist eða réttlæta sinn hlut í því eða eins og Seðlabankastjóri gerði í dag eða megnunaræðinni að tala um hvernig hann er ekki ábyrgur. Ég vildi bara þá frekar að við dílum seinna við það hver er ábyrgur og hvernig og setjum núna fólk sem er tilbúið til að horfa fram á við. Þú vilt breytingar á Seðlabankastjórninni? Það er alveg klárt mál að við þurfum breytingu þar, það er klárt mál að við þurfum framtíðarsýn. En ríkisstjórnin? Ég held að ríkisstjórnin þurfi að axla ábyrgð líka, en ég held að ganga til kosninga núna eins og margir hafa talað sé ekki ráðlegt. Hvernig á hún þá að axla ábyrgð? Já, ég held að það sé hægt að gera það með því að skipta út ákveðnum leikmönnum og ég reikna með því að við förum hérna til kosninga í vor, mér finnst annað mjög ólíklegt, en ég hef sagt að ef að ríkisstjórnin tekur sig ekki saman í andlitinu núna og gefur þessari þjóð framtíðarsýn til að sjá við endan á þessum löngu og dökku göngum sem við erum að gangi gegnum, þá verðum við bara að setja ópólitíska aðila í að stýra hérna landinu og taka þær erfiðu ákvarðanir sem þarf að taka. En hvaða leikmönnum á að skipta út? Ég held að það sé kannski ekki mitt að ákveða það. Ég held að forystan þurfi að koma frá forsætisráðherra og forsætisráðherra er yfirmaður Seðlabanka. Óli Björn, til að byrja með, er Seðlabankastjórninni sætt? Getur hún haldið áfram?
ef við ætlum einhvern veginn að fá einhverja ró í þetta og eitthvað traust aftur? Auðvitað eru fjölmiðlar búin að vera fullir að upphrópunum og mjög harðri og óvæginu og ósangjarnri. Finnst mér gagnrýni á Seðlabankann að hafa einblínt einhvern veginn á hann og það kannski þess vegna sem að Davíð sér sig knúinn til þess að tala með þeim hætti sem hann gerir. Og ýmsir stjórnmálamenn hafa líka reynt að grafa undan Seðlabankanum og svona setja fleyg á milli. En þú segist ekki ykkur að lausni því að þessi bankastjórn Nei, ég meina lausn mín er fólgin í því að við sjáum hér gríðarlega uppstokkun í íslenskum stjórnmálum. Ég held að það sé óhjákvæmilegt. Hvort að það kallar á nýja stjórnmálaflokka, ég er ekki að segja það, en það verður gríðarlega uppstokkun í íslensku stjórnmálalífi. Viltu sé foreldrar að segja af sér núna til dæmis í næsta Nei, ég kalli ekki eftir neinu. En kosningar í vor? Já, ég held að við komast ekki hjá því. En ég vil líka sjá þessa uppstokkun í íslensku atvinnulífi. Ég bara óttast að það sem er verið að gera og hvernig er verið að halda á hlutunum núna, þessa dagan og þessa vikurnar, komið í veg fyrir þá nauðsynlegu uppstokkun í íslensku atvinnulífi, þar sem við byggjum upp heilbrigðara og eðlilegra samfélag heldur en við höfðum áður. Það er verið að koma í veg fyrir það. Það er verið að koma í veg fyrir það. Hver er að koma í veg fyrir það? Já, ég held að ríkisbankarnir séu að gera það. Ég held að það sé alveg augljóst. Það er alveg með ólíkindum að við skulum á svona tímum ennþá vera með allt sama fólkið, sömu hugmyndafræðin og sömu siðferði að leiðarljósi. Það er það sem ég er að segja. Við hljótum að þurfa að hleypa nýjum áherslum að ef við ætlum að endurreisa nýtt Ísland. Við höfum þetta lokarinn Halla og Olbjörn, takk fyrir komuna.